Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Við ætlum að ræða fæðingartíðni eða fallandi fæðingartíðni, af hverju það er. Það er að gerast mjög hratt á Íslandi og hafði gerst mjög hratt í okkar heimshluta áður eða í flestum löndum. Og kannski líka hvort að það sé til einhver ráð til þess að snúa þessari þróun við, kannski hvort það sé æskilegt jafnvel. Það verður ráðstefna á morgun og hinn í Norræna húsinu, byrjar í 10 fyrramálið á vegum Háskólans sem að byrja yfirskriftina lækkandi fæðingartíðni, valið barnleysi og áhrif stefnumótunar á barneigna vilja. Og til að ræða þetta eru komnar aðalstjörnur ráðstefnunnar. Ari Klængur Jónsson sem verkefnastjóri við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, Sunna Símonardóttir, lektor við Háskólann á Akureyri og Ásdís A. Arnalds sem lektor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Verið velkomin. Takk. Herðu, ég fæðingartíðni að falla á Íslandi. Mér fannst það svolítið ört. Mér fannst það dunga þarna eitt árið. Við fjölluðum svolítið það hérna fyrir svona 2 árum held ég þegar þeir tölur koma fram. Og maður beið svolítið spenntur eftir næsta árið og það bara hérna áfram að falla. Ég held þetta að vera eitthvað tilfallandi, svona eins og getur verið skekkja í mælingum í litlu þýði eins og íslenska þjóðin er. En við erum eiginlega bara að verða eins og hinir. Já, heldur betur. Við vorum aðeins seinni í gang með þessa þróun. Þannig að hin Norðurlöndin voru á undan okkur. Þar byrjaði fæðingartíðnin að lækka fyrr. En núna erum við búin að vera í þessari þróun í raun og veru bara síðan eftir hrun, ekki satt? Jú, við erum þetta ennþá hærri en hinn Norðurlöndin með fæðingartíðnina. Finnar eru læstir. En en við nálgumst hinn Norðurlöndin ófluga. Svona pari við Svíþjóð. Fæðingartíðnin á hinn Norðurlöndunum var sko lengi aðeins lægri en á Íslandi en núna erum við eiginlega svona komin að pari við þær þjóðir sem aðeins hærri. Þetta þessi þróun byrjar kannski 2010 eftir hrun. Af hverju? Væntanlega tengt hruninu að einhverja leyti. Það náttúrulega voru gerðar breytingar á fæðingarorlofskerfinu. Það var náttúrulega lækkað þakið og fleira slíkt. En það útskýrir ekki á hverju... Lækkað þakið, það að þeir sem eru á háum launum að þeir fengu lægra hlutfall launa sinna. Já, og það var lækkað mjög mikið. Þannig að fyrir hrun þá voru ekki nema eitthvað 4% feðra sem rákust í þetta þak. En eftir hrun að þá var það næstu í helmingur feðra. Feður eru gjarnan með hærri tekjur en mæður, þannig að þær eru líklegri til að rekast í þakið. Þannig að já, tæplega helmingur feðra var þá með tekjur yfir þessu þaki á greiðslum og fengu þar anleiðandi skertar greiðslur. Og þó að þaki hafi verið hækkað svona aðeins í áfengum síðan, þá höfum við aldrei náð að komast á þann stað sem við vorum fyrir hrun. Ég held samt að það sé mikilvægt að árétta að sko það er ekki hægt að tengja þessa þróun endilega beint við einhverjar stefnumótun eða mismunandi stefnur. Þetta er auðvitað alþjóðleg þróun. Já, en kannski klára það því að það er ekki bara þetta sem að þú ætlar að nefna fæðingarorlofið. Við tökum bara það sem að væri mögulega efnahagslegar ástæður. Eins og Sunna segir, þetta skýrir ekki okkur fæðingartíðnin hefur lækkað víðs eða sko í flestum löndum í Evrópu og kannski aðalega Austur-Evrópa sem svona með ef eitthvað hækkandi fæðingartíðni, hún var mjög lág. En eftir með fleiri dæmi sem að gæti verið eitthvað svona efnahagslegar forsendur? Já, við sjáum það bara ef við skoðum frá aldamótum, við erum alltaf að skoða tímabil. Þá voru sem sagt þær konur sem voru með hvað minnstu menntun, kannski grunnskólamenntun, voru líklegastar til að verða mæður. Núna hefur þetta snúist við og það eru sem sagt konur með sem sagt framhaldsmenntun í háskóla sem eru með hæstu líkurnar á að verða mæður. Þannig að það er alveg klárt á Íslandi allavega að laun eru fann að skipta meira máli en áður. Og skiptið á máli sem hefur verið rætt í öllum okkar heimshluta er versnandi staða ungs fólks í samanburði við aðrar kynslóðir. Sem að fólk er á hlutfallslega lægri launum, skuldar meira, er á jaðri vinnumarkaðarins, er á jaðri húsnæðismarkaðarins, er á börnin og er eiginlega með alla með meiri framfærslubyrði, minni tekjur
og á síðustu árum eiginlega minni stuðning, það minni tilfærsla svona innan velferðaríkisins frá milli kynslóða og fleira til þess að styðja fólk á þessum standi. Er þetta í ykkar fræðum svona raunveruleg forsenda fyrir mögulega minni fæðingartíðni? Já, alveg klárlega. Já, og á sama tíma verða meiri kröfur á foreldra, þannig að það hefur líka orðið svona breyting í því hvernig við hugsum hvað er gott foreldri og það verður náttúrulega að þá erfiðara fyrir þau sem að standa kannski höllum fæti að uppfylla þessar kröfur. Að vera frábær starfskraftur, stórkostlegur elskugi, líta vel út og vera geðvikilega góð móðir. Og hafa barnið sem leiðsögn í lífinu. Já, og það er orðið meiri, það er orðið svona öðruvísi ákvörðun að verða foreldri í dag heldur en kannski var áður. Það krefst meiri svona yfirlegu og það er svona gerð krafa að þú sért með allt eitt á hreinu, þú sért í rétta sambandinu, þú sért í eigin húsnæði, þú sért bara svolítið plana svona hvernig þú ætlar að annast barnið og svo framvegis. Það var sorglegt að ef mín kynslóð upplifði það að svona við lifum í samfélagi þar sem við værum örugg. Já, svona en svo kemur önnur kynslóð sem lifir í samfélagi sem upplifir að þú ert ekki örugg nema þú bara standrið. Akkurat, en þetta er kannski ekki bara spurningum breyttar forsendur eða breyttar aðstæður ungs fólks vegna þess að þetta er líka, þó að þær skiptir vissulega mjög miklu máli, heldur er þetta líka og það sem við erum að sjá úr rannsóknum okkar og líka frá hinum Norðurlöndunum er það að ungt fólk í dag upplifir heiminn sem svona óöruggari stað. Það upplifir meiri svona kvíða og óvissu tengda framtíðinni. Þannig að þetta tengist vissulega því sem þú ert að nefna en þetta er líka einhver svona hugarfarsbreyting og þetta tengist umhverfismálum auðvitað en ekki bara. En af hverju fjölgaði það barningnum í COVID? Það er heimsfaraldur? Já, við rannsökum það nú heldur betur. Við vorum með svona tesi það hvort það gæti tengst nýju fæðingarorlofslöggjöfina því að fæðingarorlof var lengt í 12 mánuði á sama tíma. En við komumst til að því að það hafði ekki áhrif. Það var aftur á móti þessi svona hægari taktur í samfélaginu, meiri ró, minna álag á foreldrum sem var þess valdandi að fólk sem átti börn bætti við börnum, skilurðu. Þannig að þetta er ekki fyrstu börn sem voru að útskýra þessa aðalega þriðja barn. Við sáum að þetta var fyrst og fremst fólk sem var að eignast sitt þriðja barn sem að stendur að baki þá þessari fjölgun og líklega hefur þetta verið aðalega fólk sem ætlaði sér hvað sem er að eignast þriðja barnið en ákvað bara að gera það þarna á þessum tímapunkti að því að það var hvað sem er allt í hægagangi og við sáum það í viðtölum sem við tókum við foreldra þau töluðum þetta við þurftum hvað sem er að fresta utanlandsferðinu og allir þessu. Lokað inn í fjölskyldinu og ákvað að bæta við einum svona til þess. Og þetta voru mikilvægt að taka það líka fram einmitt þá, þú veist betur menntaðar, betur stæðar konur sem eru að bæta við barni. En ef við horfum til lengri tíma mamma var ein af 11 systkinum, ég var einn af 4 bræðrum ég held að meðaltalið hjá okkur bræðrum séu 2, eitthvað þetta er bara, svona er það og það er enginn sem að segir að við myndum enda þarna í 2,1 af því að það væri einhvern veginn eins og náttúran óskaði en það er bara ef að fólk kemst hjá því að eiga börn þá er það ekki mikið að eiga börn því að sko kynslóð foreldra afa mín svo ömmu það var náttúrulega fólk sem var að eignast börn sem vinnuafl og ungbandið var hærri það spilar inn í annað það kemur svona gusa þegar hann minnkar ungbandadauðin og þá er fólk ennþá að eiga svona mörg börn og svo minnkar ungbandadauðin og þá koma þessi stóru systkinahópar eða hvað? Já, sko fæðingartíðnin lækkar í upphafi síðustu aldar svo er þetta baby boom eftir stríðs sem var á Íslandi svona kringum 1960 pluss mínus og það var líka annað einmitt sem að barneigni voru eitthvað óhjákvæmilegt áður fyrr. Í dag er það ekki þannig. Það er val og þú ætlar að eignast barn eða ætlar að mennta þig næstu 4 árin í viðbót. Og svo er annað líka sem... Það eru jafnmargir getnaðir? Nei, það eru farið getnaðir. Alltaf aðgangur að getnaðvörnum, við þurfum alltaf að taka það með í reikningin, sko. En það hefur nú verið lengi, sko, það útskýrir ekki hvað hefur gerst síðustu 15 árin. En svo er annað sem við megum ekki gleyma er sko að það sem við erum alltaf að tala um þetta, þessa fæðingartíðni, total fertility rate, hún er tímabundin mæling. Þegar við skoðum árganga, hvaða konur fæða mörg börn eftir bara árgangum,
þá erum við nálægt í kringum 2 börn og það hefur haldist mjög Og af hverju tala þá 1,59? Fyrst og fremst væntanlega það vegna þess að fólk að fresta því að verða foreldri, en hvort það verði síðan foreldri, það vitum við ekki fyrir við getum mælt hversu mörg börn og eignaðist þú ert kannski 46 eða 49 ára. Og seinkunin þá mjög lík því sem að þið voru að tala áðan. Akkurat. Að fólk vill ekki koma með barnið fyrir að það er búið að koma sér vel fyrir. Já, ef það vill koma með barn, því það einmitt það vitum við ekki. Við vitum að barnleysi hefur verið að aukast aðeins á Íslandi eins og hinn á Norðurlöndunum. Og það skipt eftir að því að sagan sagan svo að fólk vill ekki eignast börn fyrir að búið að koma sér vel fyrir, búin að koma sér vel fyrir í ferlinum svo kallaða. Og þeir sem eru það ekki eru verðsettir og lægra launuð og að þau bara komast ekki í aðstöðu til að eignast börn. Það þannig að við getum séð að það sé stéttaskipting á milli þess hverjir eiga börn og börn sé orðin svona það sem millistéttin og þar fyrir ofan getur leyft sér en aðrir ekki. Sjá mjög sterk tengsl við menntun alls staðar á Norðurlöndunum, Íslandi þar með talið. Já, menntun eða stéttir? Við mælum alltaf bara menntun. Ég meina Svíarnir eru til þess með stéttagreiningu í sinni hagstofu og hlera og Bretarnir og bara einhver þrái hér að mæla ekki í stéttir. Já, við mælum eftir tekjum líka. Já, við mælum eftir tekjum líka en þetta til dæmis samnorræn rannsókn sem vorum að gera og það þetta sama trend alls staðar á Norðurlöndum eftir menntun sko að sem sagt þau sem eru með lægstu menntununa þau verða líklegust til að gleyma við barnleysi. Þetta er svakalega vont samfélag sem út að lýsa. Já, það mitt hvað ætlaðu að gera það engin börn að eins og í Suður Kóreu þar sem var búið að breyta öllum ungbarnabúðunum í hundabúðir. Var það ekki einhver grein daginn? En líka bara sorglegt ef að fólk kannski langar að eignast barn en alltaf að bíða eftir að geta bætt stöðu sína og það gerist aldrei þannig að, já. Af því það alveg rannsóknir sem sýna, sko, ekki á Íslandi en alþjóðlega sem sýna að þegar þú spyrð fólk bara í mismunandi löndum hvað myndir vilja eignast mörg börn að þá svona meðaltali að þá fólk að segja að það vilja eignast 2 börn þú veist. Þannig að ef fólk síðan ekki að ná því að þá eitthvað svona bil á milli þess sem fólk óskar og þess sem síðan raungerist. Þeir sem vilja eignast börn vilja eignast 2 strák og stelpu bara menningarlegt líklega. En ég var að vera með svona kaltani kenningu á þann að raunverulega vildum við bara ekkert börn sko, ef við tekjum kynslóð mömmu og okkar og barnan okkar. Hafið þið mælt það? Ekki bara fleiri sem að vilja eignast börn? Ekkert að þið geti ekki að vera að vilja eignast börn? Jú, það hefur líka aukist, þetta valda barnleysi eins og við kallum það. Já, og ég hef sérstaklega verið að skoða það og tekið viðtöl við einstaklingar sem hafa bara tekið þú ákvörðun fyrir sig sjálf og þau vilja ekki eignast börn. Og þetta var auðvitað kannski svona jaðar skoðun hér á árum áður, ekki satt. Það sem að það var einhvern veginn bara svona innbyggt í hugmyndir fólks kvenleikan eða hvað það að vera kona, allar konur hlytu að vilja verða mæður. Þú máttir ekki missa þetta út úr þér því þá eru þér allt kvöldið að verja þetta. Einmitt. Og það alveg áhugavert að ungar konur í dag eru ennþá að verja þessa ákvörðun fyrir fjölskylduvinum, samstarfsfélögum og svo framvegis og upplifa margar hverjar að þetta sé ákvörðun sem að samfélaginu sé mjög illa við og að þær hafi einhvern veginn, já, þær séu einhverju svona þurfa að réttlæta sjálfa sig og vali barnleysi, ég meina eins og Ari sagði, það aukning á einstaklingum sem velja barnleysi en kannski það bara ósköp eðlilegt vegna þess að núna erum við kannski að nálgast eitthvað stað þar sem að barnignir eru meira val heldur en áður, ekki bara svona eitthvað sem þú gerir, þú veist eins og þú bara giftist og eignast börn og þannig að það ekkert óeðlilegt. Ekki óeðlilegt að velja eignast ekki börn? Nei. Og kannski óeðlilegt að vera eitthvað að þjarka við unga konum það. Algjörlega. Þess að fyrir og segja þá getur maður sagt já, þetta kemur bara ljós. Það getur vel verið hún skiptur skoðu. Það ekki eins og allt sem maður ákvað þegar maður 25 ára að það væri bara það sem maður gerði í 50, það ekki þannig. Akkurat. Sem betur fyrr. Já, en vali barnleysi eitt að vilja ekki eignast börn og svo það að hafa aldrei tekið ákvörðun eignast börn. Ég talaði í helgispjalli síðast, það var kona sem að 50 á ekki börn
og hún var að tala þetta að hún hefði aldrei tekið ákvörðun að eignast börn og svo svona þegar voru að líða á ævina þá var hún bara fegin að eiga ekki barnið þarna sem að grét í fluglinni. Þannig að þetta var eitthvað sem gerðist bara aldrei. Það var verið nóg að börnum í sínu lífi og hún þyrfti ekki að eiga barn, sko. Hún hætti hunda. Já. Þannig það allt til í þessu. En þetta komið inn í stjórnmálin og mun verða meiri afli. Það annars verið svona stjórnmál sem vilja auka fæðingarorlof og annars líkt sem kannski svona hluti af þessu velferðarkerfi sem við erum að tala sem verið að tryggja það að fjárhagsleg staða foreldrakynslóðanna sé þannig að þau séu hæf og góðri stöðu til þess að ala upp börnin okkar. En síðan það að þetta sé merkjum hnignun samfélagsins. Að hér komin einhver hugmyndafræði sem að fælir fólk frá barneignum og sérstaklega konur sem að myndu eignast miklu fleiri börn ef að myndu beygja sig undir eðli sitt sem það náttúrulega þjóna kallinum og vera heima og eignast börn því að þannig að þær konur sem ég hef vitt eru langglaðastar sem eiga mörg börn og vera bara heima að baka smákur, ég geti sagt ykkur. Sérstaklega á úlfatímanum. Það henni sanna lífsfylling. Og þetta heyrum við í íslenskri pólitík. Já, algjörlega. Þetta heyrum við, þetta stefna Meloni á Ítalíu, þetta stefna Le Pen í Fraklandi. Þetta stefna mjög víða, svona hugmyndur það að þetta sé mein, eitt af einkennunum á ónýtri menningu okkar sem okkar konur, það vil ekki eignast börn, á meðan innflytjendur koma og hrúa niður börn. Akkurat, hnignun vestrænnar menningar og svo framvegis. Já, þetta bara áhyggjefni. Já, mörgulegt algjör vitleysa. Já, auðvitað. Væntanlega að vísa þarna í danska dönsku greininguna sem var sett fram í Dagens Nyheter eða hvað var að innflytjendur veit ekki hvað hátt prósent á dönsku þjóðinni. Þetta var alveg galin greining því að það bara eða hefur einhvern erlendan bakgrunn þá varstu talin sem innflytjandi. Þannig að mörguleiti umræðan rosalega skrítin líka. En náttúrulega líka bara rannsóknir sína það að innflytjendur þeir taka auðvitað eitthvað með frá heimalandinu, eitthvað svona menningu og gildi og eitthvað svoleiðis, en þeir bara rannsóknir á fæðingatíðinni hafi sýnt það að þegar eftir flutning til nýs lands að þá fer minnstrið hjá þeim hvað var það barneignir að líkjast meira þeim sem voru bjuggu í landinu fyrir Þannig að svona svipað og bara þegar fólk að flytja úr sveit í borg að það verður mjög fljótlega en þetta náttúrulega bara eitthvað svona þú veist, populísk hundaflauta ekki satt þú veist, að nota fæðingatíðina sem eitthvað svona ég veit það ekki, eitthvað svona til þess að skapa áhyggjur og hræðslu framtíð samfélaga og svona einhvern veginn að skilir það þú veist, tilveru rétt kvenna hvað þar mega og mega ekki gera við lífsitt, þannig að ég veit það ekki mér finnst lengi vel fagnaði að þessi umræða hefur ekki skotið rótum á Íslandi en svona núna maður byrjar að sjá aðeins svona votta fyrir henni þannig að ég held að við sem erum að stunda rannsóknir á þessu sviði og þú veist, erum að vinna við þetta dagstælega, þurfum bara að vera mjög skýr í okkar útskýringum á þessari fæðingatíðni, þetta sé ekki svona já, að þetta sé ekki rétt það sem er verið að halda fram. Já, fæðingatíðin að falla. Hún að falla. En hvort þú munir lagast við það að konur fari bara inn á heimilið og... Það efa ég. Af því við sjáum líka samfélag þar sem kynjajafnrétti er mjög báborið. Ég meina, tökum Kóreu sem dæmi, Suður Kóreu. Ég meina, þar eru konur nánast hættar að eignast börn. Þú veist, þannig að það hefur lengi vel í fræðunum verið litið á það sem svona eitt af besta sem við getum gert ef við viljum styðja við fólk til að eignast börn og ná að halda fæðingatíðinni ásættanlegri að auka jafnrétti. Það er mjög sterkt og er enn Þýskaland breytti hjá sér og fæðingatíðnin hún jókst í kjölfarið Þjóðverjar tóku svona norræna módelið svolítið eins og svona segir Suður Kórea, Japan Ítalía, Spánn þarna hefur fæðingatíðnin verið mjög lág meðan hún hefur verið há á Norðurlöndunum En ef fæðingatíðin fellur þá það er náttúrulega eitthvað sorglegt við að við erum með samfélag sem tekur ekki vel á móti börnum og til þess ekki eignast börn ég meina hvaða
dauða kúltúr það, getur maður hugsað. Það er dauða kúltúrin. Það er dauða kúltúrin. Ef fólk eignast ekki börn, þá náttúrulega verður ekkert samfélag. Já. Það er svolítið svona, erum við komið þangað? Nei, við erum ekki komið þangað. Nei, við erum ekki komið þangað. Og ég meina, mér finnst líka rosalega mikilvægt að árétta það, ég meina, við erum náttúrulega óbúslega heppin, ég meina, okkur ekkert að fækka á Íslandi núna, ég meina, við erum óbúslega heppin, það eru innflytjendur sem koma hérna og auka samfélagið og taka þátt í að skapa þetta samfélag með okkur. Það er hægri mennið fór hrollur að segja þetta vegna þess að ef að innfættir að lækka fæðingartíðnin og við vitum það að við lekum, við förum til útlanda. Þannig er það, þannig við verðum að hafa innflytjendur ef við ætlum ekki bara hreint og byrja að fækka. Þegar fæðingartíðnin fækkar síðan í ofanálag, þá er það innfættir Íslendingar bara, og ef að hægri menn ná því að reykja útlendingar í burtu, þá verðum við bara 170.000 með öld. Já. Fæðingartíðni innfæddra á Íslandi nær ekki að viðhalda fjölda innfæddra á Íslandi. Já, við fæðum ennþá fleiri börn heldur en það deyja árlega. Við flytjum svo mikið út úr útlanda. Jú, það er alveg rétt. Það er verið lítið samfélag sem hefur kannski fá tækifæri og eitthvað fleira og við sógumst til útlanda og við höfum alltaf gert það. Já, það en svo komum við aftur. Það er miklu minna. Já. Það er bara koma aðeins einu sinni þarna í kringu COVID, en annars legum við út. Já, sérstaklega ef efnahagurinn er slæmur, þá gusust út. Já. En það er samt stór hluti, hann flytur aftur heim. En hvort það taki 3 ára eða 7 ára eða salmon-effekt, lagt sín leitar á heimaslóðir. Já, svolítið erfitt með einhvern veginn þessa hugmynd að við einhvern veginn að meta gæði Íslendinga út frá eitthvað svona genatík hefur ekki bara ágætt að því að blandast aðeins meira og fá Ég er að tala út frá, ég tekka mér að vera hægri maður Já, ég er að tala út frá þeim sem að telja það ekki vera æskilegt. Já, ég myndi bara ekki taka undir þær áhyggjur og ég held að þarna mögulega, ég meina eftir 50 ár, 100 ár, þá verður bara barátta flóttafólk. Bandaríkin er að missa vitið núna af því að það er mjög stutt í það að hvíti bandaríkjamennum verður undir 50%. Bandaríkin er reynt að byrja að missa vitið út af því. Helmingur bandaríkjamanna er að missa vitið vissulega, já. Já, hluti þeirra. Það er erfitt að halda sönsum í hóp þar sem helmingur eru búin að missa vitið. Þetta er eitt, gott að segja dauðakúltúr. Annað er það sem að segjum að við séum með samfélag sem að æ fleiri taka ákvörðun að þau geti ekki eignast börn. Og að einhver leyti er þetta benda á að það er ítt undir það með því að kannski að stuðningskerfið veikist, með því að kröfurnar á vinnumarkaði verða meiri, ef ég má tala aftur eins og hægri maður með því að kröfurnar á konur verða meiri, að það þurfa að standa sér svo vel í að vera það er að vera allt sem áður var en líka frábærar á vinnustað og frábærar mæður, það er bara ekki hægt. Þannig að það er verið að fórna einhverju og einhver að taka ákvörðun að fórna barningnum. Þannig að það er eitthvað í þjóðskipulaginu sem er þannig sem að ýtir undir að fólk tekur það ákvörðun eignast ekki börn og ef við horfum frá hagsmunum samfélagsins þá er það sannarlega ekki hagsmunir samfélagsins. Hagsmunir samfélagsins að hérna fæðist börn. Já. Sunna hefur nú tekið viðtöl við ungar konur sem eru ekki búnar að taka þessa ákvörðun ennþá og þær hræðast þetta hlutverk og Já, þær eru mjög meðvitaðar þessar ungu konur, þær eru semst ekki orðnar mæður en eru svona að máta sig við það mögulega að verða mæður eða ekki og þær sjá þetta fyrir sér eins og að þetta sé svona hlutverk sem að þegar þær gangast inn í það að þá þurfa þær að fórna ansi miklu. Þær horfa á pör og foreldra í sínu nærumhverfi og sjá að þetta kynjajafnrétti hefur kannski ekki alltaf náð eins langt og við viljum vera láta af því við erum alltaf að monta okkur af því að við séum með mesta kynjajafnrétti í heimi og svo framvegis. Þannig að þær sjá mynstur þar sem að mæðurnar eru svolítið ennþá að taka ábyrgðina, þú veist. Og þeim finnst það ekkert gríðarlega spennandi.
En þær eru einhvern veginn alveg klarar á því að þetta sé eitthvað sem að býði þeirra, kjósi þeirra að verða mæður. Þannig að hver eru lausnirnar? Af því við viljum náttúrulega ekkert endilega hafa það þannig. Hver eru lausnirnar? Lausnirnar eru ég með alla lausnirnar. Svaraði. Já. Lausnirnar eru að við þurfum miklu betri kerfi til þess að styðja við foreldra og við þurfum miklu meira jafnrétti í foreldrahlutverkinu. Kerfin sem að okkur vantar upp á akkurat núna eru átakanlega einhvern veginn, sko, dagvistunarkerfi á Íslandi eru bara alls ekki nægilega góð. Við erum með umönnunarbil sem þýðir í raun og veru að frá því að fæðingarorlofi lýkur og þá til að barn kemst inn á leikskóla. Við getum lengt fæðingarorlofið. Að það getur verið sko meir en ár. Já, við getum líka lengt fæðingarorlofið, við þurfum ekki endilega að fara niður með dagvistina. Við getum lengt fæðingarorlofið en við erum með eitt lengsta fæðingarorlof í heimi. Á meðan, sko, ef við horfum bara til Norðurlandana, við þurfum ekkert að finna upp hjólið. Við þurfum bara gott fæðingarorlofskerfi sem að veldur ekki of miklu tekjutapi á meðan fólk í fæðingarorlofi og síðan þurfum við dagvistunarkerfi sem tekur við börnum þegar fæðingarorlofi lýkur. Þetta er einfalt. Kannski þurfum við sérstakar stuðning við efnaminni foreldra svo að þau eignist börn. Já. Það þurfti ekki að bæta þeim upp launin, heldur þetta við að setja kannski 150% á þau. Já, allavega að hætta að sko... Það hafi þetta verið ekki skerðing, eitthvað 70%? 80%. Og ef þú lifir ekki 100% þá get ég alveg sagt þér að þú lifir ekki 80%. Nákvæmlega, og þetta held ég sé stór hluti af hverju að fæðingartíðnin eða að líkurnar að minnka hjá þeim efnaminni. Það að því 80% skerðing að lágum launum bara... Já, kannski má líka benda á varandi að þau erum að ræða fæðingarorlofið að jú, það er 80% skerðing en 20% skerðing 20% skerðing, já, það er 80% á launum. Þakið hefur smá saman hækkað en lágmarksgreiðslur, það er eitthvað hafa ekkert hækkað, þannig að hvað þú getur fengið að lágmarki og fæðingarorlofssjóð er alveg svakalega lág upphæð. Þannig að þegar þú ert nemi eða eitthvað og getur ekki vísað í einhverja tekjur að þá áttur færði enga stuðning til þess eignast barn. Já, einmitt fæðingarstyrkur til námsmanna hefur ekki hækkað, ég veit ekki síðan hvenar nema eitthvað, bara einhverju hann er mjög lár. Og þetta tengist líka held ég svona þessari breyttu menningu af því að ég meina við erum ekkert eitthvað ótrúlega gömul en þegar ég var ung þá var svolítið orðræðan þannig í mínum kreðsum að það gæti bara verið frekar hentugt að eignast börn á meðan þú værir í námi af því að þú veist það er meiri sveigjanleiki, þú ert ekki fastur í einhverju stimpilklukku, þú getur verið á námslánum, þú veist, á meðan ég held að núna... Þú ert ekki kærulausari þegar það bara sér eldri foreldrastundum, það þú sem er kannski sniður á unga fólki í börnin, því að fólk getur orðið aðeins of upptekið, sko. Það bara gefið barninu smá breyk. Akkurat, en núna erum við náttúrulega að kenna ungu fólki og ég meina það heyri til undantekninga ef að þau eru foreldrar. Já, og þau eru yfirleitt ekki á námslánum heldur, þannig að þau eru að vinna kannski bara oft 100% vinnu með náminu, þannig að hvar allar að hafa svigrúm fyrir barneignir og fólk eru að eyða kannski 6 árum í háskólanám, þannig að það er náttúrulega einn þáttur í því að vera að fresta barneignum að þau eru að bíða með að klára sitt nám og eru ekki að eignast börn á meðan þau eru í námi eins og tíðkast áður fyrr. En ættu við að hugsa, það er svona hluti af íslenskri menningu, ungar mæður og ungi foreldrar. Eigum við að viðhalda því? Nei, við skulum bara gera það óbærilegt að eiga börn í háskólanámi og svo eignast fólk börnum þegar það eru eldri. Eða er eitthvað hugsun í þessu hjá okkur? Ég held að það sé nú ekki hugsun. Ég held að þetta hafi bara gerst. Þetta sé nú ekki planað. En við höfum okkur núna líkar til dæmis Svíum varandi þetta eða hinn Norðurlandabúanum. En það var ekki engin ákvörðun, held ég, engin stefnumótun sett í gang. Þetta bara einhver hluta vegna gerðist, hvort sem að sé að því að kerfin, þau virka ekki vel og þau gerðu kannski varandi, ég veit ekki, námslánin eða húsnæðismarkaðin eða hvað það er. En fólk virðist þurfa að tryggja sig eða allan finnst eða það hefur orðið einhver breyting að fólk er líklegri til að þurfa að finnast að þurfa að tryggja sig á þannig að eignast börn. Og þetta er breyting frá því sem að bara þegar við vorum á okkur besta. Og svo líka bara held ég að sé mikilvægt að árétta að þú veist þegar kemur að mörgu þá er Ísland oft svona 10-15 árum á eftir trendunum, Þannig að við erum bara að gangi gegnum eitthvað tímabil núna sem að kannski gerðist fyrr á
á hinum Norðurlöndunum. Já. En það ekki þannig að þetta bara gerist, reyndar hefur maður heyrt það þegar að vera að tala þetta. Þetta sé bara svo djúbstætt, svona einhver menningarlegt elfa, að allt talum að sé þetta breyti svo það ekki. Þessi ákvörðun hvort að þú viljir eignast börn eða ekki, það sé svo flókið og við séum bara ekki gangi í gegnum eitthvað, kannski eru það siglin í dauðagúltur eða eitthvað, ég veit ekki hvað að orða það. En það sé bara ekki hægt að sveigja því. Sko, hið opinbera ætti kannski ekkert að vera mikið að vera með einhverja beinar aðgerðir eins og í Rúmeníu Ceausescu, það náttúrulega það sem að voru bannaði fóstureyðingar og getnaðarvarnir og það var bara til bara einhver hliðarveröld. Við þekkjum barnaheimili sem að verður til að því. Já, og bara svartamarkaðsbrask með börn og svo voru þeir sem áttu pening, þeir gátu ennþá keypt sér getnaðarvarnir eða gátu komið í veg fyrir þunganir, meðan þeir sem áttu minna melli handana gátu það ekki, þannig að það er alls konar svoleiðis í þessu. Finnarnir gefa ungu foreldrum pakka með mat og værðarvóð og einhverju fallegum hlutum og skotarnir voru takað upp fyrir svona 2 árum eða 3 árum. Þetta er betri leið heldur en að vera með gulrótin er alltaf betri heldur en að vera að neyða fólk í hitt eða þetta og svo getum við tekið Kína sem dæmi líka með one child policy. Það, núna eru þeir bara í stökustu vandræðum að reyna að auka hjá sér fæðingartíðnina því að þeim fara að fækka. Þeir eru reyndar heppnir að þá kemur akkurat róbótavæðingin. Jú. Minni þörf fyrir vinnuafl. Starri hér. Ég held að og kannski... Og róbótavæðingin er svolítið drifin áfram til dæmis að það með Kóru. Maður sér svona, ef maður er að skoða eitthvað frá Japan, að þeir eru komið miklu lengra við í róbótavæðingu líklega því að þeir vita að þeir þurfa bara að búa til eitthvað sem að gera það sem að menn gerðu áður. Já, akkurat. Tala við gamla fólkið. Alls konar. Já. En ég held að það sé mikilvægt einhvern veginn að hafa það hugfast að sko stjórnmálamenn og stefnumótun á ekki að vera einhvern veginn að vasast því hversu mörg börn við viljum eignast og munum eignast. Bara alls ekki. Aftur á móti eiga stjórnmálamenn að mínu mati og þeir sem að ráða stefnumótun að taka alvarlega niðurstöður rannsóknar sem sýna hvernig er hægt að bæta kerfin, samfélagið, umhverfið til þess að fólk geti betur hugsa sér að eignast börn. Það er það eina sem hægt er að gera í raun og veru. Og það er náttúrulega ákveð mælikvarði á því hvernig börnunum líður í samfélaginu okkar hvort að foreldrar vilji bæta við einu barni. Þannig þetta er líka vísbendingum að við þurfum kannski að annast börnin okkar betur að þau alist upp í meira öryggi, fjárhagslega öryggi. Séu velkomnari í samfélaginu okkar, eða ekki? Jú, og ég meina rannsóknir sína líka að foreldrar og þá aftur sérstaklega mæður upplifa mikla streitu þegar kemur að því að mæta öllum þessum ólíku skildum og kröfum. En það er líka eitthvað sem að mér finnst kannski að við getum talað aðeins um. Hvernig getum við dregið úr þessum óbúslegu kröfum? Hvernig getum við skapað samfélag sem er ekki einhvern veginn að beina því til foreldra og sérstaklega mæður að þær þurfa að vera fullkomnar. Ég veit ekki. En það svo er það líka þannig að það er náttúrulega álag að eignast börn og hjá því verður ekki komist. Þannig þetta er líka spurning kannski, er það ósanngjarnt að segja það? Við höfum bara að þola að sumt er bara erfitt í lífinu og þannig er það bara. Allt hefur, það er ekkert allt bara happy-go-lucky í lífinu. Það er bara meiri áttar. Ef ég geti talið upp vesin eða eignast börn, ég geti búið til lista við það. En ég geti líka búið til listana sem er gott fyrir eignast börn en ég geti ekki valið bara þennan lista. Það hefur náttúrulega líka breyst svolítið gegnum tíðina þetta með að það er kannski ekki eins mikið rými í dag fyrir svona erfiðar tilfinningar heldur en var áður. Þannig að þú kannski, þá ertu að reyna að forðast að gera þér lífið og erfitt. Það er svona minna svigrúm fyrir þetta bara að stundum líður okkur vel og stundum illa. Ég er að vitna í það sem að ég tala stundum við fólk börnin að það vanti kannski bara meiri seglu og svo líka eins og til þess að áfallastreita, við viljum losna við hana en það fylgir streita áfalli og kannski er það bara ekkert svo eftir svona að losna við streituna, við höfum kannski vera bara betri í að lifa með hana. Þetta er svona allt annað. Herðu, en þegar ég var að fylgjast með Lóni kom upp og reyna að skilja hvaða fyrirbyrta var.
Og það var meðal annars þessi ríka áhersla á svona eitthvað hlutur konunnar og að sem að þið kannist við þetta, svolítið að tígna konuna svona hálfuleiti, en til þess að hún sé þess móðir. Og þar voru ýmsar tillögur það hvað ætti að gera til þess að ýta undir aukna fæðingartíðni. Og þá fór ég svona að leita í sögunni dæmið þess hvort að stjórnvöldum hefði tekist að snúa eitthvað svona við því að þetta hefur komið oft upp. Og ég fann eiginlega bara engin dæmi og meira fór alveg til Þriðja ríkisins, þar sem var mikil áhersla á þetta að arískar konur myndu eignast sem flest börn. Og það kom í ljós að það var sýndur árangur. En það var bara tóm lygi vegna þess að þið fóru bara að rændu börnum og fluttuðu og létu eiginkonur SS-manna alaðu upp. Þannig ég hugsaði, það er engin leið fyrir stjórnvöld að snúa þessu við. Þetta er eitthvað miklu djúpstæðara menningarlegt fyrirbrigði sem ég veit ekki hvort það sé hægt að eiga við. En þekkið þið dæmi Finnarnir fjölguðu ekki barninu með gjöfunum sínum. Nei, en sko Þjóðverjar Já, Þjóðverjar tókst aðeins að rétta við hjá sér og það var með því að breyta umönnunarkerfinu, fæðingarorlofinu og þessu og svona í meira norræna módelið. En svo það líka sko að því við erum alltaf eins og við tölum þetta að þá erum við alltaf sko að reikna með sko að báðir foreldrar séu útivinnandi. Og þegar það málið, þá verður bara að vera til staðar kerfi sem að tryggir á móti umönnun. Þannig að það svolítið líka, en þetta góðu punktur hjá það er ekkert auðvelt að ætla að fara að fikta í fæðingartíðninni. En númer 1, 2 og 3 þá verður allavega að vera ákveðin grunnur til staðar sem að gera fólki kleift að eignast börn og það kannski eitthvað sem við þyrftum kannski að skoða aðeins í ljósi þess sem að hefur verið að gera síðan í hruninu. Og það fóruðið báðir að vinna úti að ég var að tala mömmu og okkur bræðunar og það. Ég var yngstur og elsti bróður minn eignaðist barn 16 ára og móðurinn var líka á þeim aldri og þau byrjuðu að búa mjög snemma. En nutu þess náttúrulega að eiga yngri bræður sem voru alltaf að passa og ég held að ég hafi passað 4-5 sinnum í viku bara frá því ég var 7 ára og til ég var 10 ára. Þetta stuðningskerfi náttúrulega ekki til lengur, af því það byggir svolítið á þessu að foreldrakynslóðin eigi svolítið af yngri systkinum með einhverju vinnuafli. Já, og það saman náttúrulega á við ömmur og afa, áður fyrir kannski voru ömmur og afar með meiri tíma til þess að passa, en núna erum við náttúrulega eignast börnin seinna en við gerðum áður, þannig að ammon og afinn eru kannski ekki lengur orðin eldri og En ég meina, ég get samt sagt, ég er búin að vera að gera rannsóknir á leikskólakerfinu og tala við foreldra og þau þurfa að styðjast við óbúslega mikla aðstoð frá ömmum og öfum, sérstaklega ömmum, af því að kynjaða umönnunarbyrðin heldur alveg áfram út æviskeiðið, þú veist. Þannig að það er bara þannig að það er ofboðslega erfitt fyrir fólk sem hefur ekki bakland eða stuðning að ná að vera í 100% vinnu bæði út á vinnumarkaði og með börn. Og þetta er auðvitað mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa í huga af því að við erum líka með hóp fólks sem kemur erlendis frá, ekki með fjölskyldu, oft í erfiðum störfum sem krefjast viðveru, þú veist ekki svona flexvinnu eins og millistéttin getur oft leyft sér og þetta er fólki sem þarf góð dagvistunarkerfi sem geta dekkað þann tíma sem þau þurfa að vera í burtu vegna vinnu og þá þurfum við að huga því að leikskólinn sé nú sveigjanlegur, hann sé ekki á dýr, að það sé ekki verið að hegna fólki til dæmis fyrir að vera með börnin sín lengur en 6 tíma á dag og svo framvegis. Þá erum við að búa til kerfi til að taka á móti því sem að hið óformlega samfélag sinnir ekki lengur. Já. Og þann kannski það deilan ef það er hægri og vinstri í þessu, að hægri vill bæta stöðu eins óformlega samfélags, gera ömmunum fært að sinna börnunum og mæðrunum að vera heima á meðan að eru hugmyndir það að við verum að búa til eitthvað opið kerfi til þess að
mæta þeim sem ekki hafa stuðning hins óformlega samfélags. Ég verði eiginlega sko, þetta er svo góð, hvernig þú málaðir þessa mynd. Sko, ef konur eiga að vera heimavinnandi, þá erum við að fara að missa ansi stóran hluta vinnuaflsins, eða ekki? Ef þá heldur ekki taka á móti innflytjendum, hvernig ekki rukka mig það hvort það sé hægri þarna gangi þú sko ert að tala sem hægri maðurinn ég spurta aftur hvernig á þetta að virka hjá okkur hver allar að vinna umönnunarstörfin á spítölunum þegar við megum ekki flytja lengur inn filipíska hjúkrunarfræðinga og mæðurnar eiga að vera heima já, ég meina velferðarkerfi á Norðurlöndum náttúrulega það byggist að stórun hluta upp af því að það þurfti að koma konum út á vinnumarkaðinn og þess vegna urðu til þessar pólísir sem við þekkjum í dag þannig að sko ef þú ætlar að taka þær aftur út af vinnumarkaðinum þá, þetta er svona ég jafna hún gengur ekki alveg upp sko ekki að ég sé það allan ekki en kannski er eitt í þessu ef við heldum svo fram þá það að menn eru alltaf þannig lausnir hér eða lausnir hér en einhver leiti mætti fólk bara ráða ég meina ef að foreldrar vilja vera heima með barninu til 2,5 er það ekki bara fínt fyrir okkur að styðja því því? Já, ég held bara kannski ekkert margir foreldrar sem hafa raunverulegt val það. Meina að samfélagi bara þannig í dag að það þarf yfirleitt 2 fyrirvinnur. Já, og svo myndi ég líka bara vilja setja stórt spurningamerki við hugmyndina frjálst val í þessu samhengi vegna þess að við búum auðvitað í samfélagi sem hefur já, ég meina það sem ákveður kynjakerfi er við lýði, ekki satt. Það sem konur eru oft á lægri launum heldur en karlar og þess vegna hentar það yfirleitt betur fjölskyldubókhaldinu að þær dragi úr vinnumarkaðsþátttöku og svo framvegis og verða þannig efnahagslega háðar sínum maka með skert lífeyrisréttindi, minni möguleika á framgangi í starfi og svo framvegis. Á sama tíma erum við með samfélag sem er ennþá mjög upptekið af því að móðurhlutverkið sé á einhvern nátt mikilvægara heldur en föðurhlutverkið. Þú veist. Þannig að þær eru með sko þessa svona þennan óbeina þrýsting á sig úr öllum áttum að þær eigi að vilja vera heima, ekki satt. Það hentar betur fyrir fjárhaginn. Og við ætlum að beina þangað vegna þess að móðurhlutverkið af öllum hlutverkum sem að koma með það sinni í dag er mikilvægast, segir hægrið. Þannig að þess vegna þess vegna bara kann ég ekki vel við þessa hugmyndum þennan frjálsa vilja því það er bara, hann er bara háður alls konar ytri skilyrðum. Heyrðu, þetta eru spennandi mál, nei ekki? Þetta velta þessu endalaust fyrir sér. Og þetta tengir svolítið inn í svona við erum á einhverjum tímamótum svona hvers svona samfélag við viljum þróa og það eru svona meiri hit í þeirri umræðu núna heldur en oft áður. Það er eiginlega ekki svona, það er ekki sjálfsagður svona elfur sem að flýtur áfram og við sem að fara eitthvað. Það er deilt hvert áin á að renna. Og ekki síst sem að tengja þessu. Þess að við erum að tala með verða lífið sjálft. Hvort að við tökum vel á móti börnum. Eitt af því sem að við foreldrakynsluna maður sér sonur minn er kominn núna með 2 barnastóla í aftursætið og hann mun verða næstu 15 árin að skuttla börnunum fram og tilbaka og í alls konar tómstundur sem er búið að sitja í einhverju iðnaðarhverfi og þau fara út úr hverfinu hingað og þangað og þannig að þetta er bara eins og að reka fyrirtæki að vera með litla fjölskyldu. Og við sáum það líka í viðtölunum sem við tókum við foreldra sem ákveða eignast barn í miðjum heimsfaraldri að þegar þau voru að ræða ákvörðunum af hverju eignuðustu börn á þessum tímapunkti og þá kom þetta einmitt upp að það var þetta líka að fá sko frí frá þessu daglega amstri öll þessu skuttli að þá bara nú er rétti tíminn kannski til þess að bæta við barni út að nú fæ ég frí frá þessu þannig að þetta svona lýsir því sko þetta er verulegt álag á foreldra allt þetta skuttl og þessar hugmyndir að börninu okkar eiga að taka þátt í öllum þessum allur tími basis á að vera skipulagður því við erum að framleiða vöru fyrir samkeppnismarkað algjörlega, 100%. Ég meina þetta er bara svona þetta er náttúrulega nátengt bara svona nýfrjálshyggju hugmyndum það að við séum að best okkur til þess að standa vel á markaði sko og ég meina þessi svona millistéttar norm það
hvernig við gerum það felast náttúrulega óbúslega mikið í því að foreldrar sérstaklega mæður séu mjög involveruð og taki óbúslega mikið þátt í lífi barnanna sinna og séu einhvern veginn að passa að þau séu að upplifa og gera og taka þátt í öllu sem maður þarf að taka þátt í dag og það tengist líka þessi sem ég var að tala áðan þessar óbúslegu kröfur sem við gerum. Þú veist, það stendur þetta enginn undir þessu sko, þannig að hvernig getum við dregið úr þessum kröfum, hvernig getum við bara farið kannski aftur í svona einfaldari sýn og foreldrahlutverkið, þú veist, ég meina, elskaru barnið þitt, ertu til staðar fyrir barnið þitt, hvað þarf maður meira, þú veist, getum við líka dregið eitthvað lærdóm á því hvernig fjölmiðlar eru sífellt að hamra á foreldrum fyrir að þeir séu of mikið í símanum, of mikið að, þú veist, þeir gera einhvern veginn aldrei neitt rétt, sko. Þú veist, á meðan allar rannsóknir sína að við höfum aldrei í mannkyns sögunni eytt jafn miklum tíma með börnunum okkar eins og við gerum núna. Nei, kannski of miklum, of mikið, sumir segja það að það sem börnunum vanti helst er tími til þess að vera í frjálsum leik sem er ekki skipulagður af foreldrum. Það er stundum bara fínt að lifa án þess að hafa foreldrun á hliðarlínunni. Algjörlega. Kannski ég var svona samtök minna skull því að það tekist líka bara eins og öllu umræðum umferð og fleira og að tómstundu barna geti ekki verið inn í göngufjarlæði í hverfunum er náttúrulega bara eitthvað fáránlegt rugl. Að vera að eyða tíma fólks svona í eitthvað skull í umferðinni sem er ekki gæðastundur alltaf. Nei, þær eru það ekki. Og ég menn þetta tengist bara þessum svona þessum svona hugmyndum hvernig bara fyrirmyndar samfélagi ekki satt. Þú veist, það þarf að vera stuðningur og það þurfa að vera úrræði og hlutinni þurfa að geta gengið upp bara í hversdagslega fyrir fólk þannig að það geti séð fyrir sér að verða foreldrar eða eignast fleiri börn. Á morgun ætlið þið vera með ráðstöndum byrjum 10. Fyrir hvernig það? Er þetta fyrir foreldra? Er þetta fyrir svona aðra háskólamenn eins og þið eruð? Eða fyrir hvernig er þetta? Já, það mega bara allir. Þetta fyrir börnin sem er eftir að fæðast? Þetta er bara opið öllum. Já. En við sem sagt erum búin að vera að vinna rannsóknarverkefni núna í 3 ár og sem er styrt af Rannís. Og þetta er svona loka ráðstefnan í þessu verkefni. Nú er verkefninu formulega að ljúka, þannig að við sendum út kall til fræðafólks á hinu Norðurlöndunum sérstaklega en líka aðeins út fyrir Norðurlöndin. Þannig að við erum að fá fullt af erlendum gestum sem hafa verið að rannsaka fæðingatíðni og þannig að við erum að skoða bara barneigna vilja og fæðingatíðni út frá mjög mörgum sjónarhornum og þetta er bæði á 50. og föstudag og það geta allir komið í Norræna húsið og hlustað. Já. Kannski kemur ykkur fullur af barneigna vilja en fer út og vill ekki eignast barn. Það er gaman að fá ykkur að tala með það mikilvæg mál. Ari, Sunna og Ásdís, kærar þakkir. Og ég minni á að það er ráðstefna í Norrænum 10 í fyrramáli fyrir þá sem hafa áhuga á að setja sig meira inn í þessa umræðu sem hér er. En við ætlum að snúa okkur allt öðru hér við rauðaborðið. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.